Heil og sæl kæru hlustendur og verið velkomin í 100. þáttinn af hlaðvarpinu með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla Guðmundsdóttir og stjórnandi þáttarins. Í tilefni þess að þessi þáttur sá 100. Þá langar mig að koma með smá samantekt af því hvað ég hef lært á þessu ferli og kannski smá vangaveltur heilsu. En ég hef sem sagt gefið út 83 viðtöl og þetta 17. heilsumólinn sem gerir samtals 100 þætti, hvorki meira en ég minna. Það sem ég upplifi þegar ég tek þetta saman stolt og þakklæti. Ég virkilega stolt af sjálfri mér fyrir að hafa dæmt mér út í þetta verkefni haustið 2023 án þess að ofhugsa, heldur bara að sjá hvert þetta myndi leiða mig. Mér óraði þá ekki fyrir því að 1,5 ári síðar þá yrði ég búin að gefa út 100 þætti og fá ótal frábæra gesti til mín í spjall. Ég upplifi líka alveg gríðarlegt þakklæti fyrir svo ótrúlega margt þessa dagana og ég reyni að gefa mér alltaf 5 mínútur á dag til þess að skrifa í þakklætis dagbók sem ég fekk frá töfrakistunni og ég get svo sannlega mælt með. En ég hef gert þetta núna í nokkra mánuði. En tilfinningin að upplifa einlægt þakklæti nefnilega svo mögnuð. Ég gleymi því aldrei þegar við var stödd í miðju COVID, þá var náttúrulega lífið svolítið undarlegt og ég fór einn daginn út að skokka og ég stóð alein inn í skógi. Ég horfði upp á snæviþakin grenitrén og stjörnubjartan himininn og ég hef bara sjaldan á ævinni upplifað svona sterka og yfirþyrmandi þakklætistilfinningu. Ég fann bara hvernig tárin láku niður kinnarnar og þakklætistilfinningin hún einhvern veginn yfirtók allt í brjóstinu á mér. Ég var bara eitthvað svo óendanlega þakklátt fyrir það að vera frjáls, geta hreyft mig, verið hraust, búa á Íslandi í þessu ástandi sem var í heiminum og svo náttúrulega náttúran líka bara svo töfrandi og mögnuð. Og það að tengjast náttúrunni bara svona magnað geðlíf eiginlega. Að því náttúran hún bæði nærir og gefur, en hún tekur ekkert frá okkur. Það bara svolítið þannig. En ég las einhvers staðar að þakklæti væri leynivopn og það það svo sannarlega því að ef þú upplifir þakklæti á hverjum degi, þá upplifir þú fleiri jákvæðar tilfinningar. Tilfinningar sem að svo stuðla að aukinni auðmýkt, góðmennsku og þrautseigju. Þakklæti, það styrkir líka það að við sýnum kærleika og góðmennsku og stuðlar að því að við náum nánari tengingu og samkennd með öðru fólki. Svo sýna rannsóknir á þakklæti að það sá eiginleiki sem hefur hvað sterkustu tengslin við það að finnast lífið hafa tilgang og það risastórt. Rannsóknir sýna einnig að þakklæti stuðlar að ábyrgðartilfinningu gagnvart fólki og samfélaginu og að við setjum þá minni áherslu og markmið tengd efnislegum og þáttum og eigum. En hvað hef ég nú lært á þessu skemmtilega ferðalagi og hvað það sem stendur upp úr? Það svolítið erfitt að nefna einhvern einn þátt sem stendur upp úr því að þeir allir góður á sinn hátt. Og einstaklingarnir sem ég hef fengið viðtal, þau svo einlæg og svo gefandi að það geta allir tengt við eitthvað sem þau segja frá eða spegla sig bara í viðmælandunum. Og það þvílík forréttindi að hafa fengið allt þetta flotta fólk til mín í viðtal. Ég fékk til dæmis til mín hana Höllu Tómasdóttur, forsetan okkar, og Björn eiginmann hennar. Ég fékk þau í dásamlegt viðtal í apríl í fyrra, árið 2024, og það var bara í miðri kosningabaráttunni. Þau voru nýbúin að gefa það út minni mig. En Halla sagði svo eftirminnilega að það mikilvægt að láta ekki ytri heiminn ræna mann gleðinni sem býr innra með okkur. Og þessi gleði nefnilega alltaf valkostur. Og svo fór hún líka við það að það eru þrennd hengsl sem hún telur að skipti sköpum til þess að við séum hamingjusöm og okkur líði vel. En það í fyrsta lagi tengslin við okkur sjálf og það innri vinna. Það eru tengslin við aðra sem hafa því miður minnkað og svo það tengslin við það sem þú ert að gera við lífið þitt. Og það þessi tilgangur. Og þarna kemur þakklætið aftur inn eins og ég nefndi áðan.
En viðfangsefnin sem ég hef tekið fyrir eru gríðarlega fjölbreytt og það tækir mér örugglega nokkrar mínútur að telja þau upp. Þannig ég hveti bara til þess að fara inn á hlaðvarpsveitina sem þú notar, hvort sem það er Spotify, Apple eða eitthvað annað og aðeins að fletta í gegnum þættina og sjá hvort það sé ekki eitthvað sem að grípur þig. Stundum er gaman að gera bara svona rúllettu að svæpa upp og setja puttan einhvers staðar á skjáinn og hlusta á þann þátt. Getið prófað það. En allir sem hafa komið til mín og allar þessar umræður staðfesta trú mína að við séum í raun og veru með lífið í lúkunum. Að sjálfsögðu ber samfélagi líka mikla ábyrgð en það þýðir ekki að bíða eftir að samfélagi breytist, heldur getum við á meðan valið það allra besta fyrir okkur og okkar heilsu. Bæði varðandi mat, varðandi streitu, hreyfingu, eiturefni í umhverfinu sem er rosa mikið í umræðinu núna og margt fleira. Við getum til dæmis bara valið að nota minna af snyrtivörum og frekar vörur sem eru vottaðar eða skaðlausar umhverfinu af því að leið þeir eru skaðlausar umhverfinu þá eru það skaðlausar okkur. Og við getum þá valið að næra okkur vel þegar kemur að mat og sleppa flestum skaðlegum efnum. Það er nefnilega því miður ótrúlega mikið af matvælum sem að inniheldur skaðleg efni en að því að efnin eru innan ákveðna marka þá er þá ennþá í lagi að hafa þau á markaði. En vitið, það getur tekið alltaf 10 ár að taka vöru á markaði þrátt fyrir að það séu komna fram sannanir að hún sé skaðleg. Þannig að vilt þú taka sénsinn? Viltu gefa barninu þínu eitthvað sem gæti mögulega haft áhrif á taugaþroska þess? Líkamlegan þroska, andlegan þroska og fleira. Nei, ég bara spyr. Þannig að við erum með lífið í lúkunum og við þurfum bara svolítið að vera meðvituð umhverfið okkar. Hvað er í boði, hvað veljum við? Og svo er það annað sem stendur upp úr og það er þetta sem ég var að nefna, það er meðvitund. Bæði orðin meðvitund og athygli. Og í náminu mínu hjá Virkja, þá var eins og ég hefði komist upp borð ef að lífið væri tölvuleikur. Og þetta er ótrúlega mögn tilfinning að komast upp borð eða svona ímyndað og geta horft aðeins yfir það sem var. Og maður öðlast einhvern veginn svona innri þroska. Það varð allavega til einhver svona aukinn skilningur á því að það er ég sem vel hvert ég beini athygli minni. Og ef ég er meðvituð, þá hef ég val, en annars ekki. Af því að ef ég vel ekki hvert ég beini athyglinni minni, þá er bara eitthvað annað sem stelur henni. Hvort sem það eru snjalltækin okkar, neikvæðni í kringum okkur, eða eitthvað annað, þá get ég valið að beina athyglinni minni á það sem skiptir mig virkilega máli hverju sinni, ef ég átta mig á því að ég er í meðvitund. Eða ef ég átta mig á því að ég sé það ekki, þá get ég breytt. En ég held að við getum öll verið sammála það að heilsa er mikilvæg. Það er svolítið þannig að við áttum okkur stundum ekki á því hversu mikilvæg heilsan er fyrr en við missum hana. Það er eiginlega bara svolítið sorglegt. En við getum ímyndað okkur heilsu sem koll með 3 fætur. Og 1 fóturinn er líkamleg heilsa, 1 fóturinn er andleg heilsa og svo 3 félagsleg heilsa. Og ef ég tek 1 fótinn undan kollinum, hvað gerist þá? Jú, kollinum fellur til jarðar. Og það er svolítið það sama sem gerist með heilsun okkar. Ef við hunsum einhvern af þessum 3 máttarstólpum heilsunar, andleg, líkamleg og félagsleg heilsa, að þá gerist það sama, einhvern veginn við missum jafnvægið og förum á hliðina. Og það er svo mikilvægt að vera meðvituð að rækta alla þessa þætti á einhvern hátt og það gerum við bara á ólíkan máta. En það er engin ein uppskrift hvernig það er gert nefnilega. Heilsa er nefnilega ekki það sama fyrir mér og fyrir þér. Eins og kemur glögglega í ljós þegar ég rendi svona aðeins yfir það sem ég er búin að fara yfir. Að þegar ég spurði hvern einasta viðmælanda sem eru hátt í 100, ég spurði þá hvað er heilsa fyrir þér. Og þau svöruðu því öll á ólíkan hátt. Og þess vegna hugsaum við líka heilsuna á ólíkan hátt. En lykillinn er þó að gera eitthvað sem nærir okkur en ekki eitthvað sem rænir okkur. Mér finnst svolítið gaman að þessum orðaleik, nærir og rænir, af því að þetta eru í raun og veru andstæður, en eini munurinn er að það eru 2 stafir sem hafa skipt stað.
Og kannski þarf bara svona pínulitla breytingu í þínu lífi til þess að upplifir góða heilsu og jafnvægi. Kannski ertu bara búin að vera að flækja málin alltaf mikið og mögulega lausnin bara beint fyrir framan þig. Kannski starar hún þig í andlitið. En það sem kom að mér verulega óvart þegar ég hóf mína heilsuvegferð árið 2019 var hvað félagslega heilsan skipti miklu máli. Við eigum það einhvern veginn meira til að leggja áherslu á að rækta líkamlegu heilsuna okkar og andlegu heilsuna, en félagslega einhvern veginn verður stundum út undan, en hún er bara alveg jafn mikilvæg. Hún er einn af þessum 3 máttarstólpum. Af því að tengsl og tengslamyndum eru okkur lífsnauðsynleg og ef að þetta er vanrækt í æsku, þá getur það haft mjög mikil neikvæð áhrif á okkur sem fullorðna einstaklinga. Og það er því mikilvægt að passa upp á okkur sjálf og fólki í kringum okkur að enginn einangrist, sérstaklega þegar við eldumst. En varðandi allar upplýsingar sem við heyrum, hvort sem það er í fjölmiðlum, samfélagsmiðlum, hlaðvörpum eins og mínu eða annar staðar, þá er rosalega mikilvægt að vera gagnrýnin á þekkinguna sem við öðlumst. Ekki taka öllu sem heilugum sannleik, heldur vertu bara þitt eigið tilraunadýr og prófaðu þig áfram. Hvað hentar mér? Hvað nærir mig? Hvað hefur áhrif eða jákvæð áhrif á mína heilsu? Og mér langar að taka saman nokkra punkta sem að mér finnst ég hafa svona öðlast í gegnum mitt heilsuferðalag, að það sem ég sé að skiptir mig mjög miklu máli til þess að þrífast og til þess að upplifa veljan og finna þetta jafnvægi í lífinu, að þá er númer 1 sem ég nefndi áðan að upplifa að maður hafi tilgang. Að alltaf þegar við vöknum á morgnana að við höfum einhvern tilgang, við höfum eitthvað framundan, jafnvel eitthvað til að hlakka til. Það skiptir ótrúlega miklu máli. Og svo er það að tilheyra, og það er félagslega heilsan. Að upplifa að við tilheyrum einhverjum hóp, tilheyrum fjölskyldu eða tilheyrum einhverjum vinnustað eða tilheyrum vinahóp. Það skiptir eiginlega engu máli hvar. Getur verið bara að tilheyra hjónabandi eða vinkonu, vini, bara að við séum með, að við upplifum að við tilheyrum. Og svo er það númer 3 sem er svolítið stór þáttur líka, en það er að næra okkur vel. Hvort sem það er líkamlega, andlega eða félagslega, þá getum við hugsað um þetta sem næringu. Og líkamlega næring er til dæmis bara hreyfing og mataræði og allt þetta sem nærir okkur líkamlega. Hreyfing er náttúrulega bara lífsnauðsynlegt og það er alltaf að sýna sig betur og betur að það er fátt eða ekkert sem hefur jafn mikil jákvæð áhrif á heilsu okkar og hreyfing. Að auka þolið okkar og auka styrkin okkar. Og styrta þjálfun hefur svo gífurlega jákvæð áhrif á beinheilsu, liðamót og allt þetta, en líka gífurlegan ávinning fyrir efnaskipta heilsun okkar, af því að vöðvarnir verða svolítið bara svona eins og svampar og við getum þá blóðsykurstjórnunin verður auðveldari og betri. Og síðan er náttúrulega frumskógurinn, það eru næringarráðleggingarnar varðandi hvað við eigum að borða, hvað við eigum ekki að borða. En ég mæli með því að þú neytir að mestu leyti matar sem er sem næst náttúrunni. Sem sagt, sem hefur annarkvort enga innihaldslýsingu utan á sér eða sem fæst innihaldsefni. Það er það besta sem við getum gert fyrir okkur, eins og bara epli, egg, kjöt, fiskur, hnetur, fræ, ber. Allt þetta, það stendur ekkert utan á hvað er í þessu ávextir og grænmeti. Það er bara epli er epli, gúrka er gúrka. Og svo er bara að prófa sig áfram. Hvað hentar þér best? Það er bara svolítið þannig. En andleg næring getur verið svo ótrúlega margt og hefur þú velt fyrir þér hvað nærir þig andlega? Er það kannski bara aðalega að minnka streitu? Getur þú gert eitthvað sem tappar af streitukerfinu? Eða svona eins og að setja okkur í hleðslu? Hvað hleður þig? Það er gott að hugsa þetta svolítið þannig. Við hlöðum símanum okkar á hverjum degi eða hverju nóttu en kannski gleymum við að hlaða okkur sjálf. Það er svolítið umhugsunarvert. En svo er það félagslega næringin og henni þurfum við að sinna með því að hitta fólk sem nærir okkur. Og við þurfum að fækka orkusugum í kringum okkur. Það er stórt atriði. Og svo er það 4. atriðið, en það er
að ég heyrði svo fallegt myndband daginn og það að við blómstrum ekki allt árið og tunglið ekki alltaf fullt. Trén þau fella lauf og það eru árstíðir og jafnvel sko sólin hún sest til þess að geta risið aftur. Og það líka mikilvægt að hugsa okkur eins. Við erum ekki alltaf í 100% jafnvægi og við erum ekki alltaf 100% bara on it. Hættum að búast við því. Við þurfum sko samt að passa að vökva okkur ef við ímyndum okkur bara sem plöntu. Sama hvaða tími ársins eða sama hvaða stað í lífinu við erum. Því við erum bara undirbúið jarðveginn okkar og svo það bara svolítið þannig að þið ímyndið ykkur plönturnar með dýpstu ræturnar, þær eru sterkastar. Þannig að við erum bara að láta ræturnar okkar stækka þegar við erum að byggja okkur upp. Þó það sjáist ekkert utan okkur endilega hvar við erum stödd í lífinu, þá finnum við það sjálf og við þurfum að vera duglega að næra okkur og hætta þessum væntingum að vera alltaf 100%. Ég held að það sé alveg ótrúlega stór punktur og bara hvíld ekki veikleiki. Það bara svolítið þannig. Og svo í framhaldinu af þessu, 5. punkturinn, að við þurfum kannski að tengjast náttúrunni meira, vera meira utandyra, minnka kyrrsetuna. Við sitjum alltaf mikið, við erum alltaf mikið innandyra. Þannig að bara reynum að vera aðeins meira úti. Og 7. atriði, tilengum okkur gróskuhugafar eða vaxtarhugafar og reynum að sjá tækifæri í öllu en ekki hindranir. Og svo að lokum að þá svolítið gott að hugsa að losa okkur við allt eða ekkert hugsunarhátt. Tengirðu við þetta? Af því að hann nefnilega ekki gagnlegur. Ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað algengar á Íslandi en annar staðar en mér finnst þetta því miður vera alltaf algengt og mörgum finnst þurfa að vera að gera einhvern veginn allt vel af því að annars geta það bara sleppt í. Munið bara að margt smátt gerir eitt stórt. Hvernig borðum við fíl? Það virðist óyfirstíganlegt í fyrstu en smám saman þá náum við einhvern veginn bara að klára þetta ef við tökum bara einn bita í einu. Og það bara sama í lífinu almennt sko. En á þessu dásamlega ferðalagi sem að hlaðvarpið þá finnst mér ég hafa vaxið bara mörg númer andlega og núna orðin svona, ég kalla uppfærð útgáfa af mér eða komin á næsta borð í tölvuleiknum. En veistu hvað, slík uppfærsla, hún reyndar ekki ókeypis. Við þurfum ofta að hafa fyrir þessari uppfærslu með innri sjálfsvinnu og aukinni sjálfsþekkingu. Og það kannski loka punkturinn af þessum atriðum sem að mér finnst ég hafa lært. Svo ég bara svo heppin að ég hef fengið undanfarið að halda fleiri fyrirlestra og það eitthvað sem ég elska að gera. Það skapast svo miklu félagslegu töfrar þegar hópur kemur saman og ég sé einhvern veginn fólk kveikja á perunni að það sé í alvörunni með lífið í lúkunum. Og þetta þurfi ekkert að vera svona flókið að hugsa heilsuna. Við getum bara að byrja á einhverju pínu litlu atriði og það hefur oft snjóbolta áhrif. Þannig ef að fyrirtækinu þínu eða hópnum þínum langar að fá mig til þess að halda erindi, þá getið þið haft samband við mig gegnum Instagram eða Heilsuerla eða bara senda mér posti gegnum heilsuerla.is. Það líka hægt. En svo fer það líka svolítið eftir því á hvaða stað við erum í lífinu, hvað við heyrum. Þannig að ég hvet þig til þess að hlusta jafnvel á eldri þætti aftur. Því að ég get lofað þér að þú tekur eitthvað öðruvísi eftir í annað sinn þegar þú hlustar á eitthvað. Við litumst nefnilega ósjálfrátt af samfélaginu sem við búum í og okkar þekking, hún speglar það hvernig við sjáum heiminn. Og með nýrri þekkingu þá sérðu kannski heiminn á nýjan hátt. Þannig að bæði sérðu heiminn á nýjan hátt með því að hlusta og þú sérð þáttinn á nýjan hátt með því að vera búin að öðlast nýja sína heiminn. Þannig að þetta svona win-win. En að lokum langar mig líka að nefna að við höfum öll 24 klukkustundir í sólarhringnum. Hvernig við nýtum þessar klukkustundir, það undir okkur komið. Hvers vegna gengur sumum betur að nýta tímann sinn en öðrum? Það eitthvað sem við þurfum að finna út með því að vera meðvituð athyglin okkar. Þá kem ég aftur inn á orðin sem ég nefndi í byrjun, meðvitund og athygli. En ég hlakka
svakalega til þess að gefa út fleiri þætti á komandi mánuðum og vonandi árum og mig langar að nota tækifærið og þakka þér sérstaklega fyrir að gefa þér þennan dýrmæta tíma til þess að hlusta á þættina. Mér þykir alltaf gaman að heyra frá hlustendum svo ekki hika við að senda mér skilaboð á Instagram eða tölvupóst, það má líka á erla@heilsuerla.is. En nú eru komnar 220.000 hlustanir eða downloads frá upphafi. Og sko, ég verð bara eiginlega meir og ótrúlega þakklátt og klökk við þetta allt saman. Og ég ætla bara að halda ótrúlega áfram og ég reyni ávallt að vera einlæg og ég átta mig líka á því núna eftir að ég fór sjálf í nokkur viðtöl á árinu, bæði hjá Dagmálum, Fókus hjá DFF, Heilsuvarpi hjá Röggu Nagla og hjá Sigrun Erni í Ultraframhlaðvarpinu, að ég áttaði mig á að þetta er ákveðin berskjöldun að mæta í viðtal sjálfan sig. Og því er ég ennþá þakklátari öllum þeim sem hafa komið til mín í spjall. Og það er svo ótrúlega gott og gefandi að fá að máta sig í reynslu annara og ólík reynsla og ólík sjónarhorn á heilsu, það skapar nýja vitund. Þannig að ef þættirnir hafa jákvæð áhrif á einn einstakling, þá er tilgangi mínum náð. Mundu að ef að þú breytir engu, þá breytist ekkert. Við getum nefnilega ekki ætlast til þess að fá nýja útkomu ef við erum alltaf í sama farinu. Ef við gerum saman hlutin aftur og aftur, þá getum við ekki vænst þess að útkoman verði öðruvísi. Þannig að mundu bara þú berð ábyrgð á eigin heilsu og þú ert með lífið í lúkunum. Takk fyrir að hlusta. Mér langar líka aðeins bara í lokin að því ég var nú að tala þakklæti, þá langar mér svo mikið að þakka fyrirtækjunum sem hafa á einn eða annan hátt komið að samstarfi við hlaðvarpið síðan það byrjaði. En það er fyrst Altis í verslunin í Bæjarhrauni. Þau bara riðu á vaðið og höfðu samband við mig á fyrrabræði og ég er þeim ótrúlega þakklátt. Af því að fyrsta árið þá var ég ekkert að sækjast eftir samstarfsaðilum. Ég vildi einhvern veginn bara, ég kannski ekki beint fullkomna sinni en ég svona vildi ekkert vera að sækjast eftir samstarfsaðilum því að ég vildi gera þetta svo hrikalega vel áður sem er náttúrulega ótrúlega fyndið að líta tilbaka núna en en svona er þetta bara og ég er bara, eins og ég segi, ég er bara mjög hreinskilin með þetta. Þannig að Altis, síðan er það dásamlega systurnar í Circolo.is, Anna Marta og Lovisa sem að hafa styrkt mig með vörum og súkkulaði og pesto bara best í heimi sko. Og síðan er það bandvefslosun.is sem kom að einum þætti, það er Unbroken. Síðan er það fyrirtækin sem eru búin að styðja þéttu baki á mig núna í meirinn ár, það er Netto og Heilsuhillan og Spíran sem ég elska og matið þeirra út af öllu lífi og svo er nýkomið inn Virkja og öll þessi fyrirtæki ég er þeim svo ótrúlega þakklátt. Já, heyrðu, og líka verslunin hjá Hrafnhildi, það er komið að einum þætti og það er náttúrulega bara tjúluð kvenmannsföt, sko, ertu að grínast. Ef þið hefði aldrei farið í verslunina þá skulið þið gera það eða kíkja á heimasíðuna þeirra. Þannig að bara takk fyrir mig og ef fleiri fyrirtæki hafa áhuga á að bætast í minn heilsu hér og hjálpa mér að koma þessu flotta efni og fá flott fólk til minni viðtöl að þá má endilega hafa samband við mig bara. Ég er opin fyrir því að kynna vörur og fyrirtæki sem eru heilsu eflandi. Það er bara þannig.